Þetta Snædís. Snædís mjög fín. Hún í tölvunni. Sjáðu, hann Snædís. Þetta herbergið mitt og Herdísar. Ótrúlega mikið gras. Já, það líka eitthvað með Bjarna og hann Sævar. Já, hérna sem ég. Já. En hérna sem Herdís. Hérna sem hún. Mér drón. Þetta baðherbergið. Þetta baðið. Þetta klósettið. Þetta vaskurinn. Þetta rúmið hennar. Og það fínt maður. Og þetta skrifborðið hennar. Þannig greiðin hennar Þórdísar og skrifborðið hennar. Og svo úlpan hennar. Og skrifborðið hennar. Þetta maður ekki fermingagjöf og svona. Sófinn. Hérna séu mamma og Palli. Hérna standa mamma og Palli. Og alveg þau fín. Hvað er síman? Nei sko, mamma að bera hann síman. Ok. Þetta síminn. Mamma að fara að byggja rúmið. Yey. Og svo hringir hann. Nei sko, 1 music house. Við erum að leita á krökkum. Við leitum að leita. Er það taka hana? Nei. Nú lukkum við hans þar. Lukkum hans þar. Já. Við sjáum hérna. Sjáum við. Æ, sjáum við litla fugla. Já, kannski sáum við hann ekki. Nei, ég sá það. En við göngum alltaf. Gá hvort við sjáum fugla eða kisur. Ok. Við göngum áfram og göngum. En við lögum á mig. Hér er ég. Þetta var ég. Mjög skrítið. Heyrðu, það er krakkar á hótelinu. Það sko faktisk. Bíðið þið aðeins. Nú er að grafla þeim. Má liða sjá á hótelinu. Grafla. Já. Þannig annan grafla. Hún var það. Þetta var. Hæ, ég heiti Snædís. Ég ætla að verða fegurðardrottning 1907. Ég stefnaði að taka þátt í Idol og verða fræg. Sem annarkvort módel eða söngkona. Og guð. Hæ, þetta er ég aftur. Snædís. Ég skipur sig svona að vera þungarokkssöngkona. Ég hef alveg grimmt við mér. Ég hef hún frá mömmunni. Hún lem mig. Alltaf á þriðjudögum. Já. Líka Palli. Já, svo erfitt líf. Já. En svona er þetta. Við erum ekki allir. Heimurinn er ekki allir eins. Það var ekkert gaman að allir var svo ég. Að við erum samt alveg fullkomið, sko. Allir getur bara verið eins og ég og við getum lifið í friði, sátt. Elska mamma okkar. Já, það var gaman. En sumt er ekki hægt og þetta er eitthvað sem er ekki hægt. En ég ætla alltaf, mamma, ég ætla að verða fræg. Fyrir þig, fjölskyldu mína. Guð styrki fjölskylduna okkar.